Bæði sko Sigmundur er náttúrulega svipuð staða með að hafa verið forsætisráðherra áður og er nú rakin úr því embætti á sínum tíma. Núna eigir hann möguleika á að snúa aftur í forsætisráðuneytið og það er svona, eins og ég segi, bara svolítið keimlíkt því sem er að gerast í Bandaríkjunum. Líka því að Sigmundur er að tala á svipuðum nótum varandi svona vókisma og svona. Sigmundur má líka eiga það, fólk gleymir ekki svo glatt að þegar hann fór á stað með sínar hugmyndir hvernig var þetta að semja við Hægamasjóðina, þá sögðu allir að þetta væri óvinnandi vegur. Í raun og veru eins og ég leita á þetta, ég skrifaði vinstri hagfræðingarnir. Ég bara Háskóli Íslands, meira að segja Samtök atvinnulífsins, meira að segja sko öll ráðuneytin, svo var búið að múta öllu kerfinu, hafa búið að kaupa alla lögmannsstofur, hafa búið að kaupa alla ráðgjafa, voru allir í vinnu fyrir kröfuhafana erlendu. Hann var ekki eftir til að segja já eða taka undir. Og ég skrifaði marga greinar þessi máli þessum tíma og keypti kröfur og föllnu bankana og reyna að fara með það niður í héraðsdóm og láta setja þá í þrot til að slíta þessari ömurlegu vegferð sem við vorum á. En hann var eini maðurinn sem hafði pólitískan svona sýn á að þetta veri hægt og sem betur fer fóru hann og Bjarni beðin í málið og gerðu bara stórkostlega. Fengu engaðila utan kerfisins. Sigurður Hannesson og Benedikt Gíslason, Ásgeir Heggar, Reykfjörð og svoleiðis. Þetta voru ekki einhverjir ráðuneytismenn sem allir sagði þetta er ekki hægt. Seðlabanki sagði þetta er ekki hægt. En fengu utanaðkomandi sem raunverulega unnu vinnuna og gerðu það mjög vel. Og þetta eru 1000 milljarðar að núverði sem spurðust þarna. Það er ekkert ofsögum sagt að þarna hafi verið unnið algjört þrekvirki og pólitíska sýnin hafi verið einstök. Algjörlega og sýndi að það er hægt að taka á flóknum málum og afgreiða þau þó það séu svona gríðalegir fjárhagslegir hagsmunir undir. Hann miskust af verkunum hafa bæði hann og Bjarni sýnt að þegar til kastana kemur þá geta þeir tekið á mjög flóknum og erfiðum málum. Já, einmitt.